Uppskrift að góðum degi unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. eimur.is Já, það mjög mikilvægt í hvalaskoðuninni að vera með augun vel opin. Það er aldrei að vita hvenær við getum séð hval. Þegar þeir eru frjáls dýr, þannig að þau bara gera það sem þeim sýnist. Þannig að við getum aldrei vita hvenær þeir eru að vænta. Eða hvar við finnum þá þann daginn. Hvað gefur ykkur langan tíma í þetta? Hvalaskoðunin okkar eru 3 tímar. Þannig að við gefum okkur alveg góðan tíma í að finna það og að samanskapi góðan tíma í að vera með þeim. Og pössum okkur á því að nálgast dýrin af mikilli varfærni og hafa hag þeirra fyrir brjósti. Við byrjum bara 8 á mótana, allavega yfir sumartímann, þá byrjum við 8 á mótana og erum til 8 á kvöldin. Þannig að þetta er ansi mikið af brottförum yfir daginn og svo yfir vetrartímann, eða vetur voru á haust, þá eru færri brottförir en það er alltaf að lágmarki 1 dag í þess að 10 mánuð ári. Maður þarf að stilla væntingum í hóp, það tekur smá tíma að finna hvalina og svo er þetta bara ákveðnar persónur með sína persónuleika, þannig að hvalinir hegða sér mismunandi og geta bara verið misvel upp á lagði þann daginn og það er mjög erfitt að spá fyrir hvernig hver ferð verður eða hvert maður á að fara. Heldur verður maður einhvern veginn bara að taka þetta eftir innsæinu og þar kemur reynsla skipstjórans vegur hún þungt. Og þeir sjást alveg gríðarlega vel þegar sjórinn er svona spegilsléttur. Þarna sér hann alveg við bátinn. Alveg sultuslakur. Líka alveg dauða þögn. Já. Sjórinn alveg lygn. Og svo er það bara hnúbakkurinn að leggja sér. Þarna sér hann komið upp. Uss! Hann er bara forvitinn þessi, sko. Þetta er náttúrulega stórfenglegt, sko. Þannig kemur hann upp bandar. Þeir geta orðið alltaf 17 metrar. Þessi var nú ekki 17 samt, en báturinn hérna er ekki mikið meira en 17 sko, þannig að hann getur verið jafn langur á báturinn. Og alltaf 40 tonn að auki, þannig að þetta er eiginlega smá smíði. Er þetta eitthvað hérna? Já, hann er hérna undir okkur. Þetta er að grínast í mér. Sérðu þetta? Sjá! Vá. Slakur bara rétt við okkur og það engin smá smíði. Góðan daginn. Það er sæll. Oh, hello. Bonjour. Hvað heldur þú að telja marga? 15? 20? Svo erum við fleiri hér. Þetta er út allt, alveg ótrúlega.
Við erum líka með sko unga kálfa. Já, þú ert með höfrunga með kálfanum sem sko. Þú ert með 8 kálfa hér sko. Þessi litlu eru svo fallegir sko. Hérna ertu með nokkra, fjær ertu með nokkra, hérna ertu með alveg við. Við gætum eiginlega ekki beðið betri dag í hvalaskoðun en það sem við erum upplifað akkurat núna. Þetta er búið að vera ótrúlega flottur dagur. Þetta er frábært að geta boðið upp á þetta. Og það er bara mikil upplifun fólkin í því að sigla undir seglum. Eins og í gamla daga. Og eins og þú sérð hérna, þá er þetta nú ákveðin tækni. Það getur nú ekkert hver sem er komið hingað og riggað upp seglum. Nei. Þetta er mikil kúnst. Úr hvalaskoðuninni höldum við í Mývatnssveit. Þótt ferðalagið sé ekki langt, þá er engu líkara en að hér séum við lentir á annarri plánetu. Meðan við göngum og böðum okkur í jarðhitanum, segir Elísóra mér frá því að hér á svæðinu megi finna brauð sem hefur verið bakað í jörðinni með jarðhitanum einum. Það er eitthvað sem ég bara verð að smakka, svo við setjum stefnuna á Dimmuborgir, þar sem brauðið er að finna. Góðan og blessaðan. Góðan og blessaðan Hvað erum við með hér? Við erum hérna með hverabrauð úr í Bjarnarflagis heiti þetta. Þetta er það bil 150 ára gömul hefð sem við höfum verið með hérna í Mývatnssveitinni. Já, ok. Þetta er bakað neðanjarðar í þar sem við notum jarðhitann og gufuna sem er það bil 100 gráður Celsius. Nema að sé eitthvað rosalega slæmt yfir, þá er þetta svona plus mínus 5 gráður. Þetta er svona einkennisbrauð ekki fyrir þetta svæði? Jú, það er hver einasti staður hérna með þetta brauð og náttúrulega bara fullt af heimamönnum sem baka þetta bara fyrir sig sjálfa sko. Og er það best með þessu smjörinu og hulunum? Það gerir þetta svo mikið betra. Já. Þetta brauð tók ég upp í morgun, þannig að það er svolítið vesen að vinna með það. Ok. Nefnilega helst rakt alveg fram eftir degi. Þetta er alveg glæsilegt. Og svo er náttúrulega persónubundið sko hversu mikið smjörveld, en óskrifaða reglan á svæðinu er alltaf meira smjör. Já, alltaf meira smjör. Smjörið er jafnþykkt og hérna í Já, það er algjör lykilregla. Við ætlum ekki að fara út af venjunni, við Nei. ætlum að fá þetta eins og það á að vera. Já. Þannig að finna þessar hólur hérna víða í Mývatnssveit? Nei, þetta er allt saman hérna á leiðinni austur. Já. Þetta sést mjög greinilega, það er
sem sagt, kemur reykur upp úr gildi eftir 24 tíma í hvernum og síðan daga kólum. Já. Uppskriftin er þetta fjölskyldu uppskrift? Já, það er hver og einn einasti á svæðinu með sína eigin uppskrift, náttúrulega allir með bestu. Nú bara hjólið í þetta. Það er glæsilegt. Ég er nú bara gríðarlega spenntur. Heldur betur getur það. Vá, hvað þetta er gott. Þetta er virkilega gott. Þetta er alveg klikk. Algjört möst með góðri kjötsúpu. Já, lítið vel. Kjötsúpun líka? Já. Þetta er líka ekki það eina sem við eldum þarna á svæðinu. Nei, ekki. Það er alveg hægt að sjóða egg og grilla lamb og bara hvað sem þið sýnist. Grilla lamb? Já, verður allt bara svolítið rakt og erfitt að vinna með sumt hvert en það er svolítið allt hægt. Genuinely mjög gott sko, þú þarft ekki að vera eitthvað svona Nei. það er bara mjög gott sko. Maður sér það að það er full ástæði til þess að koma á þetta svæði þegar maður er að heimsækja Mývatn. En það eru Dimmuborgir algjörlega stórfenglar. Hérna erum við með svona göt. Annað þarna. Alveg í gegn. Kall hérna, munnur og augu, nef. Kona þarna, munnur, augu og nef líka. Já. Sérðu þennan? Hérna, nefið. Hérna, árið, auga. Það er flottur þessi. Já, þessi var til fyrir 2000 árum. Já. Og hvað verið hér síðan? Íslensku tröllkall. Ég held að það eina sem stoppaði af hér, það er ímyndunaraflið. Já, það sé rétt hjá þér. Það skemmtilega er að hérna fyrir ofan okkur er einn svo kallega jólasveinahellir í Dimmuborgum. Alltaf að sé heima. Jólasveinin? Já. Við þurfum nú ekki að banka, við getum litið inn á aðtöða. Já. Trúir jólasveinin? Það sjálfsögur ekki það. Hann hefur gefið mikið af síðastliðin 26 ár. Þetta er náttúrulega magnaður staður. Og ég held að ef maður er að ferðast hérna í Mývatnssveit, þá er þetta algjört skyldustopp. Rökkrið færist yfir okkur þar sem við liggjum í jarðböðunum. Allt hefur víst sitt upphaf og endi og það er þessi dagur engin undantekning. Þegar ég horfi öxl yfir daginn þá er ég þakklátur fyrir að hafa notið hvers augnabliks á meðan á því stóð. Þau koma nefnilega aldrei aftur. En það góða er að framundan eru ný augnablik sem bíða þess að vera gripin. Uppskrift að góðum degi er unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. eimur.is